Taka á dagskrá borgarstjórnarkosningu í endurskoðunarnefnd. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja að taka þá kosningu á dagskrá gefi merki. Það er samþykkt með 15 atkvæðum. Þá er lagt til að Inga Björk Hjaltadóttir taki sæti Sturlu Jónssonar og Ólafur Sigurbergsson taki sæti Ingu sem varamaður í endurskoðunarnefnd. Er borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki? Sitt hjá. Ætlar að sitja hjá? Nei. Einhver á móti? Það telst því samþykkt. Við förum í 3. dagskrárlið og leggjum fram fundargerðir borgarráðs frá 20. júní, 27. júní, 4. júlí, 11. júlí, 25. júlí, 22. ágúst, 29. ágúst og þurfum að bera upp 30. lið sem er viðauki við samningu við leikskólan Vinaminni. Og þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Forseti og borgarfulltrúar, mér langar til að vekja athygli á því á 20. lið í fundargerð borgarráðs frá 29. ágúst síðastliðnum, en þar voru kynntar niðurstöður kjarakönnunar Bandalags háskólamanna og sjálfstæðismenn bókuðu þar og svo fjallaði Hildur Sverrisdóttir varaborgarfulltrúi nánar málið í grein sem að birtist í Fréttablaðinu fyrir helgi. En niðurstöður könnunarinnar er algjörlega skýr og Reykjavíkurborg stendur andspænis falleinkunn í launajafnrétti og við hljótum að óska eftir skýringum á þessu. Óútskýrður kynbundinn launamunur í Reykjavík eftir að búið er að leiðrétta vegna þekktra áhrifaþátta sem hafa áhrif á laun, svo sem starfshlutfalls, vinnustunda, aldurs og menntunar, ásamt þeirri fjárhagslegu ábyrgð sem starfsmaður ber, er 8,5%. Í öðrum sveitarfélögum er þessi sama tala 6,4%. Það er mjög athyglisvert að frá árinu 2011 hefur munurinn aukist í Reykjavík en áður hafði hann farið lækkandi allt frá árinu 1999 og á árunum 2007–2009 lækkaði hann 1,5% sem sýnir okkur að það er vel hægt að ná árangri. Auðvitað þarf að leggja sig fram og vakta málin. Þrátt fyrir að meirihlutinn hafi skipað sérstakan starfshóp til að fjalla hvað var hægt að gera og sá starfshópur skilaði tillögum sínum árið 2011, þá hefur ekkert til þeirra spurst síðan og það er einhvern veginn gufað upp. Svo svona í framhjálpi má nefna það líka að Bandalag starfsmanna ríkis og bæja var að kynna niðurstöður svipaðrar könnunar og sú skoðun gefur vísbendingu það að það verði að skoða þessi mál af mjög mikilli alvöru. Þar kom í ljós að óútskýrður kynbundinn launamunur er 13,3% hjá sveitarfélögunum á meðan hann er 10,9% hjá ríkinu. Ef að sama þróun er í þessari könnun og í könnuninni hjá BHM, þar sem að Reykjavíkurborg er að standa sig mun verr en önnur sveitarfélög, þá er útlitið mjög svart. Og við hljótum bara að spyrja, hvað gerðist eiginlega? Nú á fólk í Reykjavík heimtingu á því að fá svör. Takk. Það er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu. Óskar borgarfulltrúinn að taka til máls, ekki veit andsvar það. Nei, þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Þá er hann næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kom í hljóðs undir lið fundargerðarinnar sem frá fundargerð borgarráðs frá 22. ágúst og óska eftir að leggja fram svohljóðandi fyrirspurn.
Á fundi borgarstjórnar 4. september 2012 lagði undirritaður fram fyrirspurn heildarbyggingarkostnað við Hörpu þar sem óskað var eftir sundurliðuðum upplýsingum við byggingu hússins og tengd mannvirki. Hinn 15. janúar síðastliðinn lagði borgarstjóri fram svar við fyrirspurninni en í því var ekki gerð grein fyrir áðurnefndum kostnaði heldur einungis þeim sem til féll eftir yfirtöku verkefnisins árið 2009. Undirritaður lagði því fyrirspurnina fram að nýju á fundi borgarstjórnar 5. febrúar síðastliðinn. Enn hafa viðhlítandi svör ekki fengist í fyrirspurninni þrátt fyrir að nú sé ár liðið síðan hún var fyrst lögð fram. Leið og furðu er lýst yfir þessari undarlegu töf er fyrirspurnin nú lögð fram í 3. sinn og enn óskað eftir því að svar við henni verði lagt fram við fyrsta tækifæri. 1. Hver er heildarbyggingarkostnaður við Hörpu og tengd mannvirkja núverandi verðlagi? Óskað er eftir sundurliðuðum upplýsingum fallinn kostnað, svo sem vegna lóðakaupa, jarðvinnu, sjófyllingar, byggingar, glerhjúps, gatnatenginga, torggerðar, lóðafrágangs, bílastæðahúss og svo framvegis. Þá er óskað eftir yfirliti yfir þær framkvæmdir sem eftir eru eða standa yfir og kostnaðaráætlanir vegna þeirra. Og það er kannski rétt að hafa nokkur orðum þetta mál. En eins og við þekkjum þá erum við kjörnir fulltrúar almennings og eigum að hafa fullan og óskoraðan rétt að öllum upplýsingum sem snerta fjármál borgarinnar og rekstur. Harpan er í eigu félag sem borgin á 46% í og ríki 54%. Þetta er að fullu opinbert félag og því skyldi maður ætla að mönnum er ekki skotaskuld úr því að finna nauðsynlegar upplýsingar varðandi fjármál og leggja það fram þegar er beðið. En eins og kemur fram í fyrirspurninni þá er nú árið eða semst að morgun verður árliðið frá því að ég lagði þessa fyrirspurn fram fyrst. Ég lagði reynda fram nokkra fyrirspurnir, þetta voru spurningar í nokkrum liðum og á borgarstjórnarfundi í janúar, 15. janúar, þá lagði borgarstjóri fram svar og svörin voru að mörgu leyti góð varðandi flesta aðra liði heldur en þennan sem ég fjalla hér Þar var einungis fjallað kostnað við Hörpuna eftir yfirtöku verkefnisins árið 2009. Þrátt fyrir ég hefði tekið fram þegar ég lagði fyrirspurnina fram að ég vildi fá sundurliðaðan kostnað og þá yfirlit yfir allan kostnað sem er tilfallið vegna Hörpunar. Mér finnst það stórmál að almenningur hér í borginni og rauninni í landinu líka fái allar upplýsingar heildarbyggingarkostnað hússins. Menn hafa í fortíðinni tekist á miklu minna hús en þetta. Ég nefni til dæmis orkuveituhúsið sem dæmi og þá var svona reyndar ekki undanbragðalaust en það var svona á endanum eftir svolítið eftirfylgni þá fengust á endanum allar upplýsingar byggingarkostnað við húsið, heildarbyggingarkostnað. Mér sýnist hins vegar að þessi meirihluti sem nú situr að hann ætli einhvern veginn að reyna að koma sér undan því að þessari spurningu sé svarað. Ég hef kvartað yfir þessu áður hér í borgarstjórn. Mér fannst, ég var á einhverju stigi málsins var ég ósáttur við upplýsingar sem embættismenn vildi ekki láta mig hafa. Það er embættismenn borgarinn sem sátt í stjórn Hörpunnar. Það er búið að leysa það mál. Það mál leystist á endanum. En eins og ég segi, nú er ég búinn að óska eftir þessum upplýsingum í ár. Og þetta er ekki ennþá komið. Eins og ég gat þarna áðan, þá var þetta lagt fram sem sagt, ég lagði fram fyrirspurnina fram aftur 15. febrúar vegna þess að ég hafði ekki fengið viðhlítandi svör. Nú, meirihlutinn samþykkti að vísa málinu til borgarráðs og það er nú svolítið liðið síðan borgarráðið fengið það meira en 6 mánuðir, meira en hálft ár og ég veit ekki hvað hefur orðið málið þar. Ég fekk fréttir af því að ég veit ekki til þess að málið hefur formlega verið tekið fyrir í borgarráði. Ég reyndar satt ekki í borgarráði allan þennan tíman. Ég get ekki séð að það hefur formlega verið tekið fyrir. Það er kannski ágætt formaður borgarráðs gæti upplýst mig það ef svo er. En síðan fekk ég upplýsingar það að fyrir hönd borgarstjórnar hefur fyrirspurninu verið vísað til umsagnar Landsbankans HF. Ég skil ekki af hverju þetta mál þarf að fara þangað. Ég get ekki trúað öðru heldur en að það fyrirtæki sem er í eigu borgarinnar og meirihlutinn hér í borgarstjórn skipar sína fulltrúa sem stjórnarmenn í, að það eigi að hafa þessar upplýsingar vel flestar eða allar. Fyrir má nú vera að fyrirtækið sem tók við byggingu hússins og lauk því, ég veit ekki hvort það sé að myndarskap en allan með miklum kostnaði, lauk því á skömmum tíma og
fyrir maður nú verið að það fyrirtæki hafi ekki upplýsingarnar einstakar framkvæmdir. Að minnstakosti þær framkvæmdir sem fóru fram eftir að þetta opinbera fyrirtæki yfirtók verkefnið. Auðvitað allar upplýsingar að fylgja, en það verður auðveldara að skilja ef það var ekki allar upplýsingar þær framkvæmdir sem fóru fram áður en fyrirtæki tók við þessu. En það hlýtur að vera minnst að leggja fram upplýsingar allar þær framkvæmdir sem fóru fram eftir að hið opinbera fyrirtæki tók við þessu, sem svona megin hluti hússins. Allar innréttingar og innanhúsfrágangur og megnið á uppsteypunni, smíði glerhjúpsins og svo framvegis og framvegis. Hvernig ósköpunum stendur á því að það líður ár án þess að þessar upplýsingar sem lagðar fram, og ég hef margoft rekið á eftir málinu. Ég fjalla þetta mál hér í borgarstjórn því þetta var fyrst uppborið hér og því eðlilegt að borgarstjórn sé haldið upplýst þetta mál. En ég legg þessa fyrirspurn fram og óska eftir skýringum frá formanni borgarráðs það af hverju það ekki búið að vinda bráðan bug að því að leggja fram svar við málinu. Það alveg ótrúlegt að þetta mál skuli ennþá þurfa að snúast það að fá upplýsingar. Auðvitað þetta náttúrulega snúast bara málefni sjálft en ekki stríð og baráttu við að fá sjálfar upplýsingarnar. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Davíð B. Eggertsson óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, fyrst varðandi fyrirspurn borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar Hörpu, að þá eins og borgarfulltrúanum ljóst hefur hann fengið allar upplýsingar sem að Reykjavíkurborg býr yfir varðandi Hörpu og þann kostnað sem féll til vegna Hörpu eftir að ríki og borg tóku húsið yfir og það var klárað. Þetta fólst allt í svari við fyrirspurn hans sem ég held að hafi verið lögð fram fyrst í október 2012 og hann gerði umtalsefni nokkrum mánuði síðar vegna þess að framlagningin hafði eitthvað farið fram hjá honum en þetta var lagt fram í borgarráði þar sem fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sátu. Þegar borgarfulltrúinn lagði fram ítrekaða fyrirspurn hér miðjan febrúar eins og hann rakti ágætlega áðan að þá var málinu vísað til borgarráðs, tekið þar fyrir á næsta fund og eftir á embættisafgreiðslulista því að eins og fram kom í umræðunni síðast hér í borgarstjórn að þá var borgarfulltrúinn að kalla eftir upplýsingu sem borgin býr ekki yfir, heldur Landsbankinn og þess vegna var Landsbankanum skrifað bréf dagsett 20. febrúar 2013 þar sem að fyrirspurninnar eru raktar og það hefur verið rekið eftir svörum við þessu en það hefur ekki borist og þó að máttur okkar sé mikill að þá getum við ekki neitt fyrirtæki hér í borg til að svara fyrirspurnum borgarfulltrúa hversu góðar sem þær eru. Hafi þetta verið eitthvað óljóst eða þetta sé nýtt fyrir borgarfulltrúanum þá mér ljúft og skylt að upplýsa þetta en ég hélt raunar að borgarfulltrúanum væri þetta ljóst. Hitt öllu stærra mál sem að borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir tók hér upp sem launamunur kynjanna og eins og fram hefur komið þá hefur borgarráð ákveðið að vera með þetta mál á dagskrá á 3 fundum í röð. Síðast þá fengum við Bandalag háskólamanna til að fara yfir sína könnun. Á fundinum á 5. daginn að þá munum við leggja fram yfirlit yfir allar kannanir á launamun kynjanna sem unnar hafa verið frá að með minni 1996 til 2011 og það Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sem hefur tekið þær saman á samanburðarhæfan hátt. Það mjög mikilvægt vegna þess að þær nota aðeins ólík viðmið og það til dæmis algjörlega órökstutt sem haldið hefur verið fram að hægt sé að draga þær ályktanir af niðurstöðunum 2011 og síðan þessar könnun BHM að launamunurinn hafi aukist vegna þess að tölurnar sem notaðar eru ekki að öllu leyti sambærilegar. Þess vegna mikilvægt að njóta leiðsagnar háskólans að mínu mati til þess að við náum hámarksárangri. Kjarni málsins sá að launamunurinn sem eftir stendur eftir árangursríkan leiðangur í að lækkan ekki vegna röðunar í grunnlaun heldur vegna ýmissa annarra greiðslna sem við getum kallað aukagreiðslur sem eru yfirvinna, fastlaunasamningar, akstursgreiðslur. Þar hann ennþá að finna og
hópur embættismanna sem hefur verið að vinna að aðgerðaáætlun launamun kynjanna mun kynna skýrslu sína á fimmtudaginn. Þær tillögur beinast ekki síst að þessum þáttum og ég vil bara sérstaklega fagna þessari opinberu umræðu launamun kynjanna sem óþolandi. Launamunur kynjanna óþolandi og á að uppræta, en við vitum líka að einmitt þessi hluti kjaranna mjög viðkvæmur. Þetta mjög viðkvæmur hluti af heildarkjörum einstakra starfsmanna og þess vegna mjög mikilvægt að þessi breið pólitísk samstaða að taka skref í þá átt að lagfæra það sem lagfæra verður til þess að uppræta launamun kynjanna. Og það auðvitað verkefnið, það munum við fjalla í borgarráði á fimmtudaginn og síðan aftur á fundi borgarráðs viku síðar, þar sem við vonandi náum samstöðu endanlegar aðgerðir til þess að uppræta launamun. Þá borgarfulltrúi Bjarni Eggertsson lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, kynbundinn launamun hjá borginni verð ég eiginlega að segja það að ég dálítið fegin að sé kynbundinn launamunur hérna. Ég mjög fegin að við skulum sjá með áþreifanlegum hætti hvernig misrétti kynjanna til staðar í samfélaginu. Það sem að kynbundinn launamunur í rauninni ekkert annað heldur en afleiðing af því hvernig við vanmetum konur og eða ofmetum kalla. Og ef að þetta væri ekki til staðar, að þá væri fólk ekki að velta því fyrir sér, ekki eins ríkum mæli, vegna þess að þetta svo ofsalega áþreifanlegt, þetta svo áþreifanlegt mælitæki mismuninn, að annars væri miklu erfiðara að benda á að kallar og konur standi ekki jafnum fæti í Reykjavík frekar en annars staðar á landinu eða annars staðar í heiminum. Það þýðir ekki að ég vilji ekki að honum verði útrýmt, en ég held og ég sannfærð það, að kynbundnum launamun verður aldrei útrýmt einum og sér. Á meðan hér þrífst kynbundið ofbeldi, á meðan hér þrífast staðalmyndir, á meðan hér konum nauðgað og börn eru misnotuð, þá verður kynbundinn launamunur til staðar. Við getum auðvitað gert allt sem í okkar valdi stendur til þess að breyta honum og til að bregðast við þessu einkenni af kynbundnu misrétti. En við breytum ekki kynbundnu misrétti öðruvísi en að ráðast að rótum vandans með því að mennta börnin okkar betur, með því að beita almennilegum forvörnum gagnvart ofbeldi, með því að uppræta staðalmyndir og svona geti ég lengi talið. Þetta eru hlutir sem við verðum að leggja mjög ríka áherslu á, öðruvísi upprætum við aldrei kynbundinn launamun, aldrei. Ég aftur á móti mjög ánægð með að hér skuli loksins heilla undir að einhverjar aðgerðir sjáist, vegna þess að ég ekki að segja að við eigum ekki að reyna og við eigum ekki að bregðast við. Og ég bara bind vonir við að þær aðgerðir sem verða kynntar í borgarráði á fimmtudaginn verði árangursríkar, en ítreka það aftur að við munum alltaf þurfa að beita handvirkum aðferðum til þess að minnka launamun, vegna þess að í samfélagi þar sem að huglægir mælikvarðar eru notaðir og kallar og konur njóta ekki sannmælis, verður alltaf kynbundinn launamunur. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá ekki fleiri hvatt sér ljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið.